Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við höldum áfram að kafa ofan í gullkistu okkar hjá Víkurfréttum eftir efni úr gömlum þáttum. Úrvalið mikið. Í þættinum förum við allt aftur til ársins 2013 og kíkjum á bílabræður. Sjáum vinsalasta hamborgarann í Keflavík og förum einnig á björgunaræfingu með kanadískri björgunarsveit. Þá sjáum við horfna tíma og sýnum innslag vinsala sjoppu í Keflavík sem nú horfin. Við byrjum hins vegar á innslagi úr garðinum frá því í mars 2017. Suður í garði hefur nýlega verið lokið við að gera upp rúmlega 70 ára gamla bifreið sem hefur verið í sömu fjölskyldunni alla tíð. Við hittum einn gamlan og góðan, 93 ára Guðna Ingimundarson sem tengist aðeins bifreiðinni. Við fengum söguna og fengum að kíkja eitt rúnt. Guðni Ingimundarson keypti happdrættismiða hjá SIBS fyrir 70 árum og gaf Sigurjóni dóttur sinni sem þá var 3 ára. Heppni var með þeim því þau unnu nýjan Renault Djuva Quattro. Bíllinn hefur eigu fjölskylduna síðan þá og undanfari misseri hefur Ásgeir Hjálmarsson, eiginmaður Sigurjónu, gert bílinn upp og hann hinn glæsilegasti. Við kíktum í braggann til Ásgeirs á dögunum og hittum þar fyrir Guðna sem oft kenndur við Garðstaði. Guðni var að rífa hermannabragga á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli árið 1946 og leiðinni tilbaka þurfti hann að koma við á skrifstofu til að fá leyfi til að fara út af vellinum. Þar voru stúlkur að selja happdrættismiðana og keypti hann 2, einn fyrir sig og einn fyrir eiginkonu sína. Þeim miðum stakk hann í veskið. Og svo náttúrulega fékk ég mína pappíra og fór bara út. En þá tók ég til að mér fannst ég þurfa að binda betur drasli sem ég var á bílnum úti. Svo ég fór eitthvað að gjóa því og þá kemur stúlkan til mér og segir við mig nú var ég bara einn með eftir, heldur þú kaupir hann ekki að mér? Þá var ég búinn með heftið. Ég veit ekki, það var eitthvað svona. Svo ég segi þá leið nei, það ég var fullt af þessu heima og það nóg. Og þá segir hún, ég hefði átt svona mikið heima, þá munur ekkert að bæta inn á við. Þriðja miðanum, sem ætlaði var Sigurjónu, stakk Guðni svo í brjóstvassan og vinningurinn kom á þann miða. Fyrir 70 árum síðan voru aðeins örfáir fólksbílar í garði, 3 eða 4, og var Guðni því oft kallaður til þegar fólk þurfti á bíla að halda. Stórum var sérstaklega duglegur í snjó, ég man aldrei eftir því og var svolítið hissa á því. Það kom fyrir oft að leigubílstjórar og aðalstöðin í Keflavík að þeir hringdu suður til mín og búið með að sækja farþega því að þeir treystu ekki út af snjó í lirunni. Og reynum flög yfir þetta bara að fá nú mikla ferðavann að þá flög hann yfir þetta allt saman. Ég var rígmontinn á honum. Þetta var sérstaklega duglegur bíll, ekki burður heldur mér fannst að vera upp á því. Ásgeir tengdasonur Guðna hefur varið mörgum klukkutímum í endurgerð bílsins sem nú hefur verið skráður á nafn Sigurjónu sem vann hann í happdrættinu fyrir 70 árum. Bílar af þessari tegund voru nokkuð algengir á Íslandi miðja síðustu öld og segir sagan að þeir hafi jafnvel verið 350 talsins. Fyrir misskilning voru í einni sendingunni sendir 195 bílar til landsins en umboðið hafði aðeins leyfi til að flytja en 4. Ríkið gerði bílana því upptaka og voru þeir geymdir við bæinn Haga í Vesturbæ Reykjavíkur og eftir það kallaðir Hagamísnar. Þessi hérna hefur þó alltaf verið kallaður tíkallinn því happdrættismiðinn góði kostaði 10 krónur. Ég man alltaf þegar ég kom, þegar ég sótti hann í Reykjavík og náttúrulega keyrði þetta söður og svo fyrir að skoða þetta þegar ég kom heim
og mér fannst þetta eitthvað svo grannt allt og veigalítið og ég bara man alltaf eftir því. Ég var alveg ákveðinn í því þegar að framlögu stundir og þá myndi ég keyra þetta bara, ég myndi fara í skemmtiferð og ég ætla bara að keyra hann þangað til hann var búinn. Sko, þar sem hann stoppaði þá bara myndi ég skilja hann eftir. Sérstaklega þegar maður fór að hugsa hvað þetta kostar svo lítið. En mér fannst þetta að vera eitthvað svo mikið grannt og vegalítið að ég taldi þetta bara alveg sjálfsagt að keyra þetta bara út í einni ferð. En hann skelaði mér heim aftur á okkur. Ég man það fyrsta ferði sem ég fór og það var ég held eftir á Þingvoll, ég held það. Og ég minni það. Og svo fór ég hingað og þangað náttúrulega austur allar sveitir og ég held lengst, ég man ekki á norðurleiðinni, einhvern tíma fór ég vestur í Dali. Guðni heiðursborgari í Garði. Starfsævin hans var löng og átti hann kranabíl og búnað sem hann beitti á mikilli lagni við ýmsar framkvæmdir á Suðurnesjum. Vélasafn hans nú varðveitt hjá byggðasafninu í Garði. Það alveg óhætt að titla Guðna sem vélasérfræðing. Sjónin hefur daprast með árunum en hann hefur engu gleymt lögun vélarúmsins í Tíkallinu. Hver kannast ekki við sjoppuna í sínu bæjarfélagi? Hérna Brautanesti sem búið að vera hérna við Hringbrautina í Keflavík allt frá því að ég var lítill pjakkur í skóla hérna rétt hjá. Það sérstök sjoppamenning sem að Íslendingar kannast mjög vel við og við ætlum aðeins að kíkja hérna inn fyrir og heyra í eigandum Brautanestis. Þetta orðið svolítið gömul sjoppa. Geturðu sagt okkur eitthvað smáis frá Brautanesti? Þetta alveg hundgamalt. Mér skilst þetta sé frá 1956 en við kaupum þetta fyrir svona 2,5 ára síðan og ég þekki reyndar ekki mikið söguna í kringum Brautanesti en mér skilst að það hefur verið ýmislegt hérna bílaleiga og fleira. En hvernig svona sjoppumenning hún hefur verið að breytast á Íslandi undanfarin ár? Þetta að fara mikið inn á bensínstöðvar og svona. Finnst þú finna mikið fyrir því? Þú veist, eru þeir sem að koma, þeir ánægðir að geta komið í gömlu sjoppuna sína? Já, margir sem hefur talað það þegar koma hingað og sérstaklega að tala nammiborðið okkar. Það ekki á mörgum stöðum lengur sem hægt að velja sér svona. Það alltaf þessi stóru nammibarir út allt á bensínstöðum og 10-11 til dæmis. Þannig að það alveg löng hefð fyrir bland í poka? Já, það það. Og enn? Og enn, já. En maður spyr þá, hvað þá vinsælast í sjoppunni? Vinsælasta hjá okkur í mat á grillinu eru baconborgararnir. Þeir eru mjög vinsælir. Og svo erum við náttúrulega með beint frá býli hamborgara sem 100% nautakjöt frá mýranaut og höfum verið að pröfa núna nýtt sem eru brautaborgararnir okkar og það svona litlir hamborgarar bara til þess að koma með eitthvað aðeins ódýrara. Af hverju ferðu ekki inn? Af hverju ferðu ekki inn? Það því að hundurinn hann svo vopnaður einn sko. Hefurðu verslað hérna oft? Við erum aðeins að rannsaka hérna, þetta elsta sjoppan á svæðinu. Ég kem yfirleitt nokkur reglulega, svona einstaka sinnum að mann til sjoppuna. Búin að vera lengi? Já, þetta ætla sig ekki að vera svo elsta. Viðskilið í Nærvík. Hvað finnst þér sjoppumenningu svona? Það hefur breyst mikið. Já. Það er dottið út. Já, fyrst það lokuð aðalstöðinni. Hún var nú bara landsfræg. Þannig að það var nú bara umrætt sko. En þegar þú varst yngri, fórstu mikið, maður eftir að fara mikið í sjoppur og fengið þér svona eitthvað nammi og kók og svona? Já, það náttúrulega sko landsfrægar sjoppur sem þessi Ástu sjoppa sem flestir verður nú eftir hérna.
pínu lítil sjoppa, pulsa og kók sko. Þórðar sjoppa, Stjarnan, ég menn þetta voru svona nokkuð þekktar svona skemmtileg sem krakkarnir við voru að koma og fullorðnir inn það líka, menn þetta svona var bara allt saman, þetta var allt öðru vísi, ekki þessi skyndibitar eins og í dag sko. En hvað með svona í namminu, þú veist, þegar við vorum að tala um blandi í poka, er eitthvað vinsælla þar en annað? Sko, náttúrulega kirsuberin eru vinsælust, ef við ætlum að tala um einstaknammi hérna. Og hérna, þetta bleika og súra, kallum þetta súrir púffar. Hérna, þessi tveir vilja oft taka einn svona og einn af þessum svörtu og blanda þeim saman, ég veit ekki. Er ekki alltaf einhverjir sem biður eitthvað sterkt með? Jú, fólk vill, náttúrulega, þetta voru misjafnt hvað fólk vill. Það er oft sem að fólk, sérstaklega í lúgunni, biður okkur við viljum bara fá hlaup og ekkert sterkt og bara súkkulaði. Er fólk að koma á vissum dögum, eru krakkarnir að fá að koma á nammidögum eða eitthvað slíkt? Já, við reyndar erum ekki með eins og 50% afslátt á laugardögum. Bara, við getum það ekki, því miður. Eru krakkarnir að koma hérna eitthvað á skólunum? Já, þau koma, við erum með fastakúna hérna á morgnana og 3 hérna færðu okkur kökur í morgun sem þau voru að baka og alveg, þannig að við ákveðum að bjóða viðskiptavinum upp á köku og kaffi í dag út af því að þeir voru svo góðir að gefa okkur. Ein loka spurning, hvað finnst þér best í sjoppunni? Þinguborgarinn. Úps. Ég get bara þennan alveg. En nammi? Ég er ekki mikið fyrir nammi. Ég stelst stundum svona aðeins í 1-2 bita en ég er mest fyrir hamborgara. Það sést kannski ekki beint á mér en ég get borðað mikið hamborgara. Það var einmitt spurningi sem ég ætlaði að koma með. Hvernig er að vera að vinna í sjoppu? Er maður ekki alltaf að grípa í eitthvað, narta í eitthvað? Jú, Fyrst þegar maður byrjar að vinna hérna þá er maður að grípa í og maður er alltaf, þú veist, maður fer heim á kvöldinu eitthvað og tekur maður með sig gos og nammi en ekki þegar maður er búinn að vera hérna þá fær maður nóg. Nei. Ný menningardagskrá Súlunnar í Reykjanesbæ alla daga. Nánar í auglýsingu í Víkurfréttum og á Facebook síðu Reykjanesbæjar. Indverskir réttir í heimsendingu í Keflavík og Njarðvík. Sjá nánar í Víkurfréttum, Kaffi Dús. Nettó á netinu, lægra verð og léttari innkaup. Nettó.is. Björgunarsveit kanadíska flughersins var við æfingar á Íslandi í vikutíma á björgunarþyrlu sem er öllu jafna staðsett á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi. Síðasta verkefni þyrlunar á Íslandi var björgunaræfing sem fór fram í Móhálsadal sem er á milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls í Reykjanesfjallgarðinum. Sjónvarpsmönnum Víkurfrétta var boðið að taka þátt í æfingunni. Komið með okkur í óbyggðir Reykjanesskagans. Einu sinni á ári fara leitar- og björgunarsveitir kanadíska flughersins í æfingaferð út fyrir hefðbundin starfsvæði sín til að takast á við nýjar áskoranir. 9 félagar í 103. leitar- og björgunarsveitinni ákváðu að í ár yrði farið til Íslands. Hér á landi var það Landhelgisgæslan sem var gestgjafi sveitarinnar sem tók þátt í æfingum á sjó og landi. En farið var víða land og æft bæði með Landhelgisgæslunni og einnig félögum í Slysavarnafélaginu Landsbjörgu. Síðasta sólarhring Íslandsheimsóknarinnar var varið á Reykjanesskaganum. Leitar- og björgunarsveitin hefur verið að ráða gríðarlega öflugri
björgunarþyrlu af gerðinni Augusta Westland CH-149 Cormorant. Þyrlan að öllu jafna staðsett í Gander á Nýfundnalandi og sinnir leit og björgun á Atlantshafi á svæði sem heyrir undir björgunarmiðstöðinni Halifax, en það svæði liggur að björgunarsvæði Íslands. Sjónvarp Víkurfrétta fékk boð að taka þátt í björgunaræfingu á Reykjanesskaganum. Flogið var frá Keflavíkurflugvelli og í óbyggðirnar í Móhálsadal milli Núpshlíðarháls og Sveifluháls. Þar var lent og nokkri farþega þyrluna setti frá borði áður en æfð var björgun úr óbyggðum. Sendiherra Kanada á Íslandi þáði boð flug með löndum sínum Reykjanesskagann og var ánægður með verkefnið sem leitar- og björgunarsveitin frá Nýfundnalandi var að taka þátt í. Well, this has been a great week. The 103rd Squadron from Gander, Newfoundland, search and rescue helicopter, the Cormorant that you see behind me, has been here, hosted by the Icelandic Coast Guard, and working closely with the Coast Guard and with ISAR teams in Iceland for joint training exercises in the Arctic. And that's what it's really about, is countries coming together to learn how each other approach the kind of challenges that we have in a northern environment, so that we can learn to work together and to face that environment together. Förum aftur borði í björgunarþyrluna. Þrátt fyrir að snjór sé yfir öllu, þá sjáum við hitann krauma undir náttúrunni á Krýsuvíkursvæðinu. Þarna sjáum við gamla Krýsuvíkurskólann og þar skammt frá enn og aftur slegið upp æfingu og nú kletturinn rétt við hlið þyrlunar. Þó svo áhöfn björgunarþyrluna sé í þessari ferð, aðeins eina ferð í æfingum, þá var tilgangur heimsóknarinnar að efla samskipti þyrlusveita landanna og efla getu til að sinna leit og björgun á mótum björgunarsvæðanna. Þá var heimsóknin liður í að bæta getu Íslands í að taka á móti erlendu björgunarliði ef á þyrfti að halda vegna umfangsmikilla björgunaraðgerða. Loru, yfirliðsforingi hjá kanadísku leitar- og björgunarsveitinni, var á sömu nótum og sendiherrann kanadíski. Íslands heimsóknin hafði verið mjög ánægjuleg. This week has been a fantastic week for us from the 103 Squadron. We came here to work with our friend, the Icelandic Coast Guard, and also the ISAR, different organization, and it's been terrific for us. And we've been able to do a marine scenario, land scenario, so it's been fantastic to exchange the knowledge we have about procedure and to another community, and in exchange we actually learn a lot also from the Icelandic Coast Guard. Landhelgisgæslan sagði heimsókn þyrlusveitarinnar til Landhelgisgæslunnar undirstrika það góða samstarf sem Landhelgisgæslan á við þyrlubjörgunarsveit kanadíska flughersins. Samhæfð viðbrögð og upplýsingaskipti væru forsenda þess að vel takist til við stórar björgunaraðgerðir og því sameiginlegar æfingar sem þessar afar nauðsynlegar. En gefum Stuart Wheeler sendiherra Kanada lokaorðin og það á íslensku. Fyrir okkar hjá sendiráðinu má ég bara þakka kærlega Landhelgisgæslan Íslands. Þetta verkefni afar mikilvægt fyrir samband Kanada og Íslands. Það hefur gefið kjörið tækifæri til að styrkja samband landana á Norðurslóðum. Við hittum fyrir 3 hressa bílabræður í garðinum, en þeir hver sig með fjallatrukk í smíðum inn í bílskúr. Bræðurnir Jón Einar, Ólafur og Magnús Ólafsinnir hafa komið sér vel fyrir í bílskúr við iðngarða í garðinum. Þar eyða þeir ófáum stundum þar sem þeir dytta að bílunum sem af gerðinni Ford Econoline.
Við erum hérna með 3 bíla hérna inni núna. Þetta bílinn minn og hann nánast tilbúinn. Já, hann tilbúinn þannig. Hann með 6,2 dísel sjálfurlegt. Þessi bíll með 7,3 dísel. Hann var að koma í hús núna í sumar og við erum að taka hann og rauðbæta hann allan og það er nánast búið, þannig að það nú að vera að fara að innrétta hann og það stefnan að reyna að fara með hann út í sumar. Og þessi hérna, hann búinn að vera hérna í eitthvað ár. Það búið að rauðbæta hennan alveg og setja í hann 6,2 líka dísel sjálfurlegt. Svo var þetta tekið og sprautað og það hálfbróður okkar, Eyþór. Hann kemur til með að sprauta fyrir okkur. Hann sprautaði hennar bláa og tókst rosalega vel. Ómenntaður, mjög fær í að sprauta. Hefur þessi bíla áhugi alltaf verið til staðar? Já, ég held að ég bara fæðist með blöndung í höndunum og allt annað. Ég held að. Þetta bara, bara sem maður eftir mig bara. Þið nú ekkert menntar í þessum fræðum. Hvernig verða menn svona færir í þessu? Það bara fylgjast með og taka eftir og svona læri maður mest á því. Fikta sig áfram í rauninni? Það má segja það, fikta sig áfram bara. Og þið eigið við vélina og allt saman, hver einasti partur í bílnum frá ykkar hendi? Það allt tekið í gegn, allt. Hvers einast snitti í bílnum. Og tilgangur að sjálfsögðu að fara á veiðar og það svona ykkar helsta áhugamál kannski? Það skemmtilegast, það að fara saman í veiði og hafa gaman að því. Þá náttúrulega nauðsynlegt að eiga eitt svona bíla á mann. Já, svona ef við förum í syngur í lagi, já, en ef við förum allir saman þá nóg að fara á einu bílnum eða 2 ef við erum margir. Og fjölskyldan kemst að sjálfsögðu með að nógu plásið? Það nógu plásið. Ef allir ætla með þá náttúrulega förum við allir bílunum. Hvers vegna það þessi tegunda bíl sem verður fyrir valinu? Já, þeir segja að þeir hafa komið best út þessi bílar. Og reynslan sem að menn eru með hérna að þessum bílum segja okkur það. Þeir eru vinsælir þessi bílar? Já, þeir eru orðnir alltaf það vinsælir í dag að það er erfitt að fá þessa bíla. Svona, ég meina svona gamla til að menn getur fara að skeita þetta saman og þannig að það segir okkur eitthvað. Og lætur þetta hljóma einfalt, þetta allt sem þið gera þetta allt sjálfur, eða ekki? Jó, þetta gerum allt sjálfur. Hjálpum stað og erum svona að vinna í sikkunum bílum bara og ef einhverju vantar hjálparum þá bara hlaupa á milli. En ef menn fara í strand, hvað fara menn á YouTube eða hvernig læra menn hlutina? Nei, bara klóra sér áfram. Hvernig það hjá ykkur strákar? Hvað eru þið að eyða miklum tíma hérna og þetta alveg hægt með vinnu og fjölskyldu? Já, það er svo misjafnt, það aðalega helgarnar sem fara í þetta og það stundum á kvöldin og bara svona eftir því sem að bara hægt er. Þú starfar sem sjómaður, tekur bara á milli túra, þá ertu hérna í skúrnum eða? Já, ef maður ekki út að sjóa, þá er maður hér. Einn frægasti hamborgari landsins kemur úr Reykjanesbæ. Að ræða villaborgara sem seldur í pulsuvagninum við skrúðgarðinn í hjarta bæjarins. Pulsuvagnin vel sóttur af heimamönnum og hefur einnig skapað sér vinsældin meðal þeirra sem heimsækja bæinn reglulega. Þar hefur sívinsæli villaborgari mikið að segja. Inga Gústafsdóttir annar eiganda pulsuvagsins en hann hefur verið stafræktur áratugaskeið af Vilbergi skóla sinni. Skýringin á vinsældum borgarans að sögn Ingu hið góða hráefni sem notað í borgaran ásamt leynuuppskrift. Hann náttúrulega geymdur í legi, svona kryddlegi sem svona óvanalegt. Þið vildir að steiktir jafnóðum en ekki hér. Svo setjum við bara svona á hann ýmislegt sem svona óvenjulegt. Það allt sem á pilsum. Það tómatsósa, sinnep, reymolaði, steiktur hrár, rauðkál og súra gúrku. Og þetta bara gerir þetta alveg frábærlega gott. Eru Suðurnesjamenn alveg vitlausir í þetta? Brjálæðir í þetta. Þetta vinsælast bara hérna á Suðurnesjum. Hefur þetta verið vinsælt bara í öll þessi ár? Já, þetta það. Búin að vera fínt að gera hjá okkur núna, við erum 30 ár, bara flott. Hvað það að selja marga svona borgara á dag, hefur eitthvað hugmynd það? Já, nú veist þetta ekki hvað dagar eru sko, en yfirleitt ég að selja svona,
Ég myndi segja svona 150 á dag, stundum 200, stundum fara þær í meira eftir það er mikið að gera. Kannski gamlir Keflvíkingar og annað, er fólk að gera sér ferð sérstaklega til að næla sér í þennan borgara? Já, það mjög algengt þegar fólki flutti hérna frá Suðurnesjum og það sé að koma að heimsækja ættingja eða fara í flug eða eitthvað svoleiðis. Það kemur alltaf við og fær sér hamborgara. Jafnvel þó að sé að fara í matinn til mömmu, þá kemur það fyrst hingað og fær sér hamborgara. Og það ekki bara Suðurnesjamenn, þetta eru fullt af fólki sem ekki hefur verið hérna héðan og það að gera sér ferð hingað til að kaupa þetta. Bara búin að frétta hvað þetta er frábært hérna. Hvað í þessum kryddlegi, verður það gefið upp eða? Nei, það er leyndarmáli sko. Það er leyndarmáli sko. Það gerir þetta svo gott. Margir búin að reyna að fá að kaupa þetta og fá þetta en það fær þetta enginn. Villaborgar er ekki lengi í smíðum, það tekur aðeins rúma hálfa mínútu að matreiða þennan vinsæla hamborgara. Byrjum á því að rista brauðið. Þetta er svona brauðrist og það dettur bara niður eftir smá stund. Þetta er mjög fljótlegt og það kostar við svona því það er ekkert verið að sitja hérna inni og borða. Það kostar við hvað þetta er fljótlegt. Og svo er bara fyrst sett tómatsósa, þú borðum öllu það ekki. Svo er það steiktur laukur, hrárlaukur, svo smá rauðkál. Svo er það þessi gómsæti hamborgari. Svo er það remulaði, sinnep og súrar gúrkur. Og þá er það bara komið. Já, þetta var skemmtileg upprifjun. Við höfum gert 250 sjónvarpsþætti á undanförnum 7 árum, allir magnað mannlíf á Suðurnesjum. Á YouTube rás Víkurfrétta eru 1700 innslög og þættir sem þið getið kíkt núna á þegar þið hefur meiri tíma heima við. Í fyrsta skipti í 40 ára sögu blaðsins okkar, Víkurfrétta, gáfum við það út eingöngu í rafrænu formi. Blað vikunar er 46 blaðsíður og sneisa fullt af skemmtilegu efni á tímum COVID-19, meðal annars viðtöl við á 3. tug Suðurnesjumanna, þar sem þeir segja okkur frá sinni upplifun. Við ræðum til dæmis við Suðurnesjumann sem er fastur með eiginkonu sinni á skemmtiferðaskipi í Kyrrahafi. Rafrænt blað má nálgast á Víkurfréttavefnum www.víkurfrétta.is. Viðmótið er þægilegt og auðvelt í öllum tölvum og snjalltækjum, en auðvitað skemmtilegra eftir því sem skjárinn er stærri. Sem sagt, snertilaust og engin pappír, en við getum auðvitað reddað nóg af þessu. Við erum líka á stöðugri fréttavakt á Víkurfréttavefnum og erum með nýjar fréttir og efni á hverjum degi. Við segjum þetta gott í þessari viku. Hafið það gott og verið sæl.